En hingað eru komið til þess að ræða þetta Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og Fjölnir Sæmundsson, lögreglumaður og formaður lögreglu, Landssambands lögreglumanna. Hérna, mér finnst athyglisvert það sem hún að segja það að þegar lögreglan vopnvædd, að þá svona breytist sjálfsmynd hennar og staða í samfélaginu og það kalli á breyttar aðgerðir, breyttar stöðu og kalli yfir bara háska og erfiðleika. Já, ég veit ekki alveg hvað hann sagði en ég svona kannski samanlega þessi á hluta að og ég hef alveg sagt það áður að leiður lögreglan vopnuð þá erum við að tala breytt samfélag og til dæmis ef ég vopnaður út á götu þá þetta breytast allar öryggiskröfur í kringum mig þá má enginn koma nálægt mér. Ég þarf að hafa allar bara 1-2 metra frá mér að því ég vopnaður. Þannig að auðvitað það breyting á samfélaginu. Við erum nú kannski vön á Íslandi með lögguna að bara fá að koma við hana og tekur herðarnar á okkur og ýmislegt þannig. Þannig að það er breytt ásýnd En svo er spurning er lögreglan kannski aðeins búin að breyta ásýnd nú þegar Ég held við séum nú reyndar alveg komið þangað og hvernig þá ef við múum spila? Bæði með þessum leiðtogafundi sem var og svo áður hafa verið komið miklu fleiri fréttir að lögreglan sé vopnuð og ég held kannski fyrir svona 3 árum það var ekkert talað það að lögreglan í Íslandi væri með vopn í bílunum. Það var einhvern veginn bara svona þegjandi samkomulag að ræða það ekki. Þannig ég held að fólk sé orðið meðvitað það að lögreglan sé vopnuð og nú svo sá allir bara þungvopnaða íslenska lögreglumenn núna og sá að lögreglan á fullt af vopnum og hefur verið í þjálfun til að beita og hafa skotvopn þannig Þú lýsir svona ásýndinni að ef þú værir að labba niður í bæ vopnaður og það öðruvísi hvernig maður labbar fram hjá lögreglu í New York fullvopnaðri eða svona Bobby í London eins og það var, ég veit ekki hvernig það eru núna. Akkurat. Það er eitt, en svo er það hins vegar að löggan er kannski frekar að mæta vopnu til einhverja atvika. Ég má taka svona dæmi að því að hann fjallaði á sínum tíma þegar Hrafn Jökulsson heitinn var í svona léttri maníu við Húnaflóa að þá mætir bara víkingasveitin að sækja hann það sem hefði verið sendur maður eins og þú að tala hann til einmitt fyrir skömmu síðan. Er þetta ekki líka bara lögga mætir bara allt í einu eins og það sé? Vopni, það er búið að taka upp það reglu mjög víða að ef það er vopnaður einstaklingur með hníf að þá er lögreglan oft að vopna skotvopnum og ég hef nú bent að það er lítið fáránlegt því að það er enginn að fara að skjóta mann með hníf. Þess vegna höfum við verið að tala þessar rafbyssur og þannig það hljóta að vera eðlilegri í okkar samfélagi að beita einhverjum vægari úrræðum er ekki kallað less lethal held ég sé almennt kallað svona eins og rafvarnarvopn en það er alveg staðreynd að lögreglan á Íslandi fann að vopnast miklu oftar en hún gerði. Og af hverju? Er þetta bara breytt stefna? Er þetta breytt stefna eða hver er hefði? Má ég grípa bara vil að spyrja að því þú segir þetta þá velti ég fyrir mér er það vegna breyttra reglna sem að hún er fann að vopnast oftar? Vegna þess að nú er reglurna þannig að það er kölluð til sérsveiti, vopnuð sérsveit þegar það er maður með hníf. Tengist það þessum breytingum? Ég veit að reglan er nú svo nú er ég dálítið að hugsa eins og lögreglumar á landsbyggðinni þar sem sérsveitin er klukkutími burtu en þá er samt reglan svo að þú getur ekki tekið sjálfur ákvörðun að vopnast. Þú þarft að fá leyfi yfirmanns til þess að opna vopnaskápinn þannig að það er svona ekki einhver eitt sem getur tekið þess ákvörðun nú ætla ég að vopnast en ég veit ekki Margrét á hverju þetta er svona en ég held að það einhvern tíma var svo stefna tekin að ef það er vopnaður einstaklingur að þá er ofta skallað í sérsveit
og almenni lögreglun hafa sem verið að setja út á það að okkur alltaf var að kalla í sérsveitina, þeir eru bara lengi á leiðinu og við getum verið búin að leysa þetta fyrir löngu sko. En ég sko kannski rétt að minnast á það, ég gerir nú könnun í landssambandinu, gerum reglulega sko afstaða almenni lögreglumanna til þess að bera skotvopn. Og það hefur lítið breyst, það er 70% lögreglumann sem segja nei, ég vil ekki bera skotvopn í vinnunni, ekki að staðaldri. Það merkilegt sko að ég sá hvernig viðhorfið breyttist þegar var að tala þessi sko hryðjuverkamál og það var sagt þeir ætla að ráðast ástætt til lögreglumanna að þá var þetta aldrei svona kannski svipað að gerast í Danmörku þegar var skotið lögreglumannar, þá bara nú komið nóg, nú bara vopnust við. En það hefur ekki verið könnun eftir þetta er svona tilfinning sem hefur að gæti verið að hlutfallið hefur lækkað. Jú, það lækkaði þetta. Það fór aðeins niður fyrir 70 sko, nefnilega í þessari. En þetta er gert mjög reglulega? Já, svona einu svona ári. Þannig Margrét, þitt fag, það rannsakar þetta alveg út og suður, eða ekki? Jú, já, út og suður. Já, sko, sko, einmitt, þetta með skotvopn, að lögreglan á Íslandi sé með skotvopn, einmitt að líka mín tilfinning er svo fjölnir að benda á að þráttur að lögreglan hafi lengi haft skotvopn í bílónu sínum hinn almenni lögreglumaður að þá svona núna er það komið í einhverja umræðu en svona að almenni lögreglumenn á Íslandi séu vopnaðir skotvopnum ég held að við séum ekki einu sinni, ég veit ekki á hverju við þurfum einu sinni að ræða það af því að sko lögreglan vill það ekki, ríkislögreglustjóri vill það ekki, ég held að sé engin pólitísku vilji fyrir því að hinn almenni lögreglumaður sé með skotvopn en þá kannski meiri spurningin hvað á að gera við allar þessar byssur sem voru keyptar það voru keyptar sem ég held að myndu duga sko með það sem við vorum að reikna hérna bara með því að fara að kaupa vopn á netinu og ég býst við að lögregla fái afslátt einhvers staðar að það sá ekki betur en að vera þetta vopna sko fólki sem var á símanum sko þetta var svo mikið af vopnum. Já, ég veit ekki með hennar fjölda eða hvernig svo þarfagreining fór fram, sko, þú kannski þekki það betur. Nei, ég þekki það ekki, ég veit bara að það, sko, ég veit ekki hvort það er búið að segja ópenbært, ég held að það hefði verið 600 eitthvað íslenski lögreglumenn sem voru við störf á þessu fundi, þetta keypt út á fundinum og þeir voru langflesti vopnaðir. Já, og bæði með hríðskotaðri fyll og skambissu. Nei, mér sjátt langflesti bara með skambissu, sko. Já. En svo er þetta, þú veist, nú hefur verið að henda bara gömlubýrðunum sem að eðilegast allar þessar æfingar, sko. Það þarf þetta, þessar byssur þetta slitna og eins og æfingunum, ég held að það voru 10.000 æfingatímar. Þannig að... Til að æfa menn upp. Já. En þetta er ég veit ekki hvort það sé rétt mér að segja eðlisbreyting. Þetta er mikil breyting á lögreglunni, bara þjálfuninnar. Já, og íslenska lögreglan er allt öðruvísi núna en bara í febrúar. Þú veist, hún er miklu betri þjálfuð í alls konar málum, bara út af þessu. Og miklu færari að nota skotvopn, en þeir skutu nú engan þrátt fyrir að vera allir vopnaðir. Já, ég man ekki betur en einmitt í febrúar. Þá hafi umboðsmaður Alþingis verið að finna því að Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, var að taka ákvörðun að kaupa rafbyssur án þess að taka það upp á ríkisstjórnarfundi. Það var ekki alveg skýrt hvort hann væri að segja að hann hefði alltaf að gera það, en tilefni fyrirspurnirnar var svo. Og rökin voru þau að þetta væri meiri háttar breyting á íslensku samfélagi. Það voru rafbyssur og voru bara held ég sko 45 eða eitthvað. En núna hefur við að tala um sko hundruður af skotvopnum og það er bara miklu stærri ákvörðun. Akkur er þetta ekki... Það er náttúrulega verið að endurnýja líka. Það voru til fullt af skotvopnum sko. Já, einmitt sko... Ég veit ekki hvernig þetta allt saman fór fram eða hvort það þurft að fara fyrir þingið þessi kaup eða einmitt að þurft að endurnýja. Nei, þetta er ekki bara ríkisstjórnin sem ákveða þetta, hún var að halda fundin. Já, einmitt og þessi skotvopn verða þá væntanlega áfram læst í bílunum sem að hinn almenni lögreglumaður þarf leyfi til að fá aðganga. En auðvitað ég held að sko auðvitað myndi að breyta eðli lögreglunar á Íslandi ef að hún færi að bera hinn almenni lögreglunar og þú hefur sagt þetta áður í öðru viðtali hef ég heyrt og ég held að
það ekki eitthvað sem við viljum og það ekki eitthvað sem við þurfum. Ég heyri Fjölnir segja það að það búið að æfa á. Það voru 600 lögreglumenn sem eru æfðir í að bera skotvopn á almenna vettvangi. Það breytingin. En það má ekki gleyma því, sko, þú veist, lögreglumenn, sko, skiptast í, sko, þjálfunarstiga 1, 2, 3 og 4 og rannsóknarlögreglumenn eru 4, sérsveitin á 1, en stig 2 og 3 sem svona lögreglumenn, þeir æfa, sko, að skjóta minst 2 ári. Þannig að það skilgreint að sé eitthvað svona hættu ástand þá komin þarna nokkur 100 manna her. Já, lögreglumenn þurfa að æfa, sko, meðferð skotvopna og meira segja að rannsóknarlögreglumenn einu sinni á ári og hafa þurft í mörg ár. Já, kannski stóra breytingin að almenningur meira meðvitaður þetta núna út af einmitt þessum stóra fundi og út af þessum fréttum sem hafa verið að koma. Ég veit það ekki, en Já, ekki vegna þess að ef maður rifjar aðeins upp aftur á baki tíman, að þá var gerð tilraun til þess að kaupa vopn, hvað það var frá Danmörku eitthvað? Nei, það ekki með opnin sem var gefin. Já, það voru gefin, það þurfti að skila þeim. Þannig að það augljóslega fleiri vopn í dag heldur en það hefur verið. Já, einmitt. Já, það alveg augljóst, ég menna Arþrúður Karlsdóttir segti um mig, löggan hefur alltaf verið opnuð. Við vorum opnuð þegar ég var í löggunni, sagði hann. Já, það svolítið síðan. Já, einmitt og hvaða þýðingu hefur það, þessi breyting, sko, Ég veit ekki, svo kannski, þú veist, verið að gefa skynhildi að þetta sé harðari heimur, þú veist, þarna bankastrætis, einhverja klíkur frá Albaníu og allt þetta og fullt að, sko, mönnum hér í glæpum sem hafa hlotið herþjálfun. Ég veit ekki hvort að, þú veist, þetta sé það, ef við sé eitthvað verið að bregðustu því að við höldum að hér séu glæpamenn sem virði ekki neitt nema við séum eins og löggan í þeirra landi, sko. Þú veist, ég bara með dettu það í hug, sko. Já, einmitt. Já, ég veit það ekki, sko. Það sem að, einmitt þetta svona umræðan sem hefur verið rosa mikið og að, að við búum í breyttum heimi og við búum að þessi nýtt landslag á Íslandi. Dómsmálaráðherrann hefur rekið þá umræðuna. Já, bara aftur og aftur og eru alltaf að vísa í aukin fjölda innflytjenda þegar hann talar þetta og sko ég ætla ekki að þykjast vita meira hvernig þessi undirheimar, ég meina, eru en þeir sem en lögreglumenn, en svona sko það sem ég hef svolítið áhyggjur að að sko eins og dómsmálaráðherra hefur bara hagað því að halda umræðunni þarna. Að svona kynda undir þennan ótta við, ég meina Ísland hefur breyst, það bara við erum miklu fjölbreyttari og hér bara hefur hlutfalli innflytjanda eins og allir vita í dag hækkað rosa hratt. Það breytingin. Og það sem maður sér svona í rannsóknum í öðrum löndum, hvað gerist í kjölfar á mjög svona hraðri fjölgun á innflytjendum. Já, það að innfæddir upplifa einhvers konar ógn og þessi upplifun ógn getur verið mismunandi, en oft hún það að það sé af afbrotum og ofbeldi að það muni fjölga og það fer stundum eftir hvaða innflytjanda hópur að stækka. Ef það eru frá Mið-Austurlöndum þá hefur fólk áhyggjur af hryðjuverkum og það sko þessi ótti fólks yfirleitt ekkert í takti við það sem að gerast í raunverulega og að því að við megum heldur ekki taka fréttir úr fjölmiðlum sem og þú veist, við sjáum það öll sem bara höfum fylgst með fréttum á Íslandi að það hafa komið upp óvenju mörg, óvenju alvarleg mál, bara svona á síðustu 3 árum og það ekkert skrítið að fólki sé brugðið og upplifi breyttan heim. En ef við skoðum þetta bara svona yfir lengri tíma, því að við verðum að skoða lengra tímabil heldur en bara 3-4 ára við ætlum að álykta að sé einhver raunveruleg breyting á glæpum á Íslandi, þá verðum við að skoða alveg 20 ár. Að því að sko, það aldrei þannig að þessi bara jafnhátíðni afbrota ár eftir ár. Það alltaf einhver upp og einhver niður, sko. Að ef við skoðum 20 ár, auðvitað hefur afbrotum og ofbeldisbrotum fjölgað á Íslandi, að því að
fólki á Íslandi hefur bara fjölgað alveg gríðarlega. En ef við skoðum bara fjölda ofbeldisbrota á hverja 10.000 íbúa yfir svona langt tímabil, þá erum við ekki að sjá neina breytingu. Þá getur Jón sagt sem svo að ég get ekki beðið í 20 ár og þá getur við komin bara í eitthvað svo hryllilegt ástand. Já. Margrét mín, að við verðum að grípa til aðgerða núna, geta hann sagt. Já, og þá myndum maður kannski vilja spyrja, hefur við dæmi samfélag sem hefur bara hrunið niður í eitthvað glæpaöldu? Má ég segja eitt með Jón? Svo skulum svara þessu. Sko, að því að ég skil þetta og hann að, þú veist, það og mikið af fólki sem að hlustar á Jón auðvitað bara upplifir alvöru svona ótta við þessar breytingar og ég skil það. En þá verðum við líka að hugsa að bara margt af því sem hann hefur verið að segja undanfarið í fjölmiðlum bara rangt. Og og ég held að það sé ekki tilviljun að hann segi það ég veit ekki, þannig að hann svona ýkir ástandið. Ég byrjaði að baktekka í allt sem hann sagði, ég fór yfir það hérna áðan og það sem hann var að segja stemdi í 67.000 flóttamenn á þessu ári, af því hann sagði svo rangt á síðast ári, hann ýkti tölurnar svo stórlega, en þessu tilfelli hann ekkert svo, hann kannski að ýkja 20% miðað við það sem komið á þessu ári eða verður það sama? Að því að ég ber alveg líka virðingu fyrir stjórnmálafólki sem segir hlutina eins og þeir eru þrátt fyrir að þeir séu óþægilegir. Það bara, ég fíla það alveg líka, en þá verða líka pólitíkusar að segja satt. Eða segja eins bara eftir bestu vitnis. En spurningi mín var, höfum við dæmi sem gæti verið rök fyrir þessum ótta Jóns, við notum hann sem dæmi því að margir tala á svipum hætti og ekki bara hann, það að við gætum bara mist samfélag okkar niður. Ef við bregðust, ef við vopnaðum ekki lögreglunni í kvelli, að þá verði hér bara óöld á göttunum. Þekkjum við dæmi slíkt samfélag sem einhvers staðar nálægt okkur, sem hefur lifað bara við það ástand? Það fyrir eftir hvernig við skilgreinum að við missum samfélagið, en það náttúrulega, ég meina, ofbeldisbrotum hefur fjölgað í Svíþjóð. Í Stokkhólmi. Það svona fréttir sem maður að heyra þaðan. Og Gautaborg. Eru ekki, eru bara, það hægt að sjá það í bara tölum og Það eru gengjastríð. Það eru raunverulega gengjastríð, og þá velti maður fyrir sér, af hverju það innflytjendur, að því að við skoðum líka önnur samfélag sem hafa miklu hærri fjölda hlutfalli innflytjenda heldur en Svíþjóð og eru ekki. Já, mér alltaf svolítið merkilegt því að maður einhvern veginn heyrði alltaf að Svíar þekki svo vel á móti innflytjendum. Já. En svo virðist vera svona einhver polarisering og þeir hópa sér bara í eitthvað hverfi. Þannig að þú veist, og mér var dættið myndið áðanast að vorum að tala hvernig á Íslandi með innflytjendur auðvitað þeir, þú veist, fari í þessu hópa. Þá hlýtur að stefni í óefni ef ykkur tekst ekki að integrera þau inn í samfélagið. Lausnin á því ekki endilega vopnaðing. Nei, við erum bara að tala aukna glæpatíðni. Já, hvort að við getum mist samfélagið niður í eitthvað slíkt. Já, einmitt. Og þú veist, það held ég, því miður, þú veist, einhver dæmum það hér, þessir hópar, svona margir hópar eru að svona einhvern veginn einhvern sem við sjáum til dæmis í þessu bankastælismáli, þegar maður pælir í byttu allir þessi strákar sem voru stungnir og voru litaðir, latín byttu, þú veist, og svo kemur það er svona latínstrákarnir eru búin að hópa sér saman til að verja hvern annan. Þannig við erum greinilega komin með eitthvað svona smá merki, ég ekki að segja þetta sé eitthvað risa klíkur, Þetta þekkt hætta sem getur verið og við þekkjum það bara í sögunni, við þekkjum það bara í sögu Bandaríkjanna það sem eru þjóðurnar sem komu seinna, þær komust ekki inn í samfélagi og voru í jaðrinum og byggu sér til eitthvað svona hagkerfi sem voru grá og svört. Þannig að þetta bara þekkt og vitað. En vopnvæðing lögreglunnar lausnin? Við gengjamyndum? Ég myndi segja alls ekki. Eða svona miðað við bara svona mína þekkingu þá held ég ekki en ég meina hér þarf að vera sterk sérsveit, vopnu sérsveit, það þarf að vera sérhæfing. En ekki frekar var ekki vopnvæðing lögreglunnar frekar eitthvað seinna svar ef þetta verður svona óbúsleg vopnvæðing kemur ekki í veg fyrir gengja þú veist, myndun. Ég held að vopnvæðing lögreglunnar kemur ekki veg fyrir neina glæpi.
hún alltaf svar við einhverju ástandi held ég, sko. Þá þurfum við að spyrja hvert þá ástandið. Ég að spyrja svolítið út frá því að þessi kaup séu umtalsvert meiri heldur en að hafi verið, að vopnavæðingi sé meiri núna. Það sé ekki bara verið að vopnvæða víkingasveit til þess að bregðast við einhverjum sérstökum aðstæðum sem við þekkjum, heldur sé þetta eitthvað umfram það til þess að mæta einhverju ógn sem ekki alveg búin að birtast ennþá, en við teljum að gæti orðið. Já. Þannig að við á að ráða í hvernig Jón talar, sko. Já, en þetta ekki bara meira svona tilviljun? Það var haldin þessi risafundur sem Ísland gat alla haldið, sko. Já. Og þá kom allir þessi vopn til landsins og það enginn að fara að kaupa þau aftur af okkur. Þú veist, ég held að þessi vopnið aldrei öll komið nema þessi fundur var. Það hefði aldrei verið farið í þessu rosalegu vopnakaup nema bara að Ísland þurfti að uppfylla einhverjar skyldur og kröfur annarra landa. Ég held að það sé nú skýringin á þessu óbúðslegu kaupum. Það enginn farið að eyða peningum í öll þessi vopn svona í venjulega árferði held ég. Það væri kannski gagnlegt einmitt að bara það væri svolítið gagnsæra fyrir okkur hinn, almenna borgara, að fá svona hvernig var tekin ákvörðun þetta, ákvörðu þessi fjöldi, ákvörðu, þú veist, ég meina það væri, ég held að það væri ekkert vitlaust. En aftur á þessu með Svíþjóð og eitthvað að því að þetta nefnilega alveg áhugavert að því að það, sko, að því að bara það sýnir okkur að þetta ekki bara spurningum góða innflytjendastefnu vegna þess að Svíþjóð hefur náttúrulega bara haft einna bestu innflytjenda eða sem talin svona talin, svo get ég ekki kannski alveg metið þeir sína döplusögu hvernig þeir trítuðu Sam á sín tíma. Ég vissi nú talið við finnska þjóðabrótið sem að var þar inni, voru mikið að verkamönnum sem voru verið að láglaunastörf og myndi spyrja þá svona 1960-1970 hvort að Svíar taki vel á mótið þeim. Þeir myndi segja, við erum ekki hluta þessu samfélagi, við fáum ekki að fara þar inn. Þannig að það og það ég held að það sé ekki tilviljun að sko hálf nasísku flokkur sem á uppruna sinni í nasistaflokki sé með 20% fylgi sögur Svíþjóðs. Það er einhver saga í Svíþjóð sem horfir á útlendinga með skeptískum augum. Já, að því að sko pólitísk stefna líka eitt sko, svo það, einmitt. Menningarlegt. Menningarlegt, sko. Það er síðasta landið með svona yfirstjætt, sko. Þú veist, það er yfirstjætt, það er sko greifar en þá í Svíþjóð, sko. Það er sennilega mest jéttskipta samfélagi þó þeir segist ekki verið það, sko. Herðin, ógnin sem ekki bara verið hérna, sem ég veit ekki hvort það sé sýnileg, svona ógn af innflytjendum, sem svona glæpir sem sýnilegir. Þú nefnir hann að bankastræti í málið, en ég held að þessi stór hluti þeirra eru bara íslenska foreldrar. Nei, ég var nú bara að nefna það út af svona einhverju hópamyndun. Ég er að velta fyrir mér ógnina sem við sjáum, svo er þetta hryðjuverkamál. Já, það er nú aðal íslenski drengir sem passar reyndar við ógnina í allri Evrópu. Það eru svona hvítir ungi drengir. Já, ég veit ekki með þessu ógna því að svo er ég líka að hugsa eins og greinina sem birtist í Heimildinni til Margréti Marteinsdóttir fyrir ekki svo löngu þar sem að var farið yfir þessa ógn á Suðurnesjum sem í raun og veru kannski engin raunverulega ógn en það er svona rosa Ásmundur Friðriksson og aðri sko mikið talað að þessa ógn sem þar til staðar en svo þegar hún fer að grennslast meira þetta þá er engin, sko þá er raunverulega ógnin svo að það eru litaðir karlmenn að ganga göturnar í hópi og fólk er bara óvant í að sjá það og það verður hrætt. Það virðist vera ógnin sko, samkvæmt því sem kemur þar fram og svo það sem að pólitíkusarnir voru að tala var að þeir voru vitna í sögusagnir í raun og veru en ekki í gögn eða staðreyndir. Sko. Hugmyndur að fólk væri konum við öryggisnappa í búðirnar af sem bara var ekki fótu fyrir. Já. En er þetta ekki, þetta er kannski samt alveg svona, þú sér hópa kallmennu labbum, það er svona viss ógn í því. Hvað er hópar það segir löggan hvað er hópar að kallmennum að labba hér þú hægir á löggubílnum og hvað er að fara að gera já. En sko, svo er þetta náttúrulega eins og þú veist, ef þú tekur hóp af kallmennum 20 til 35 ára og kemur með eitthvað stöð fyrir í húsi það, sko, ég held að sé bara ekki gott
skilur. Nei. Sko, ungir kallmenn eru... Þegar þú situr á í lögguna. Já, ungir kallmenn eru kannski þeir sem fremja flesta glæpi bara í heiminum. Og þú ert búin að hrúa þeim saman í allt og lítið hús og þá hlýtur að koma upp einhver misklið hjá þeim. Já, ég var að grínast með þetta í hádegin í dag, ég var spurðaði hvernig ætti að koma í veg fyrir glæpi og þá sagði ég, taktu kallmenn á aldrinu 15-25 ára og setti það á eigi og svo þá bara en það myndir snarfækka glæpi. Með þáttinn sko, einu skiptir sko, sem sko, almenningu vill að löggan hafi skotvopn. Það þetta kynferðisbrotum sko, þá á að skjóta alla. Það er mikil krafa. En svo erum við að tala það að ræða þetta betur, hvernig þetta vera og við þekkjum það og ræða líka þú veist, innflytjendur og árið og samfélagið og upplýstum umræða sé ykkur vörn, gagnvart ótta og ugg og kannski hættu á því að fara eitthvað úr böndunum. En svo koma menn inn á sviðið og tala svolítið eins og Jón. Og þá bara kveikjaður eitthvað sko miklu svona primitífara í fólki og hafa miklu meiri áhrif. Þannig að þótt að þú farir út hvert viðtala fyrir öðru og talir, að þá er bara leið og það hefur kveikt á þessu. Að þá bara virkar fyrir eins og bara einhver frumstæðari hugsun á múgnum í gang sko. Já, einmitt. Já, einmitt. Það er náttúrulega bara að því að sko þessi ótti hefur að sko einhverja svona niðurstöður rannsókna og einhverja svona staðreyndir hafa svo takmarkað áhrif og ég hef bara mælt þetta í rannsóknum hafa takmarkað áhrif á svona óttafólks og hafa náttúrulega mismunandi áhrif á mismunandi fólk sko, en það er almennt þannig og þetta bara, ég mælti þetta í rannsóknum, hvort að það segja fólki raunverulega hver tengslin er á milli til dæmis innflytjenda frá Mið-Austurlöndum og hættunni á hryðjuverkaárásum að það skiptir yfirleitt engu máli. Það er rosalega litlu máli. Og þá, ég bara hugsa sko svona umræður sem fór fram í vikunni að það er svona einmitt að fólk er já, telur sér bara sko, þú veist, ekki haldið neinum fordómum og svo kemur eitthvað eitt svona atvik fyrir í þeirra eigi lífi sem að sko er svona staðfestir einhverja fordóma og þá gefst í leyfi til að það var einhver umræðum þetta. Rofni himnan og rísi frummaðurinn bara fram. Já, og þetta er bara eins og hefur verið talað mikið í Bandaríkjunum þar sem að náttúrulega bara umræða rasisma og fordóma er á allt öðru level heldur en á Íslandi, það er bara svo löng saga, er að sko að það er svona staðalmyndum svart fólk að það sé latt og það sé aldrei á réttum tíma og fólk á svona vinnustöðum þegar hvítir mæta of seint í vinna, það veitir því engin sérstaka athygli. En þegar að svartum maður mætir of seint í vinna, þá taka allir eftir því að það er svona staðfistir hugmyndina. En eins sönnunin. Og sko fólk sem hefur, sko það er ekkit vont fólk sem hefur fordóma. Við höfum öll fordóma og alls konar staðalmyndir. En það er svona, sko mér finnst það bara svona hálf sorglegt þegar að fólki sem er að stjórna landinu, sko einhvern veginn kannski, og ég veit ekki, er það kannski bara ég hugsa hvort er verra að það viti staðreyndirnar og séu samt að spila með þetta eða hvort það viti ekki betur, ég veit ekki hvort er verra en svona það er kannski heldur verra heldur en að. Ég voru líka að tala áðan frammi sko að ótti fólks eykst eftir því sem er meira í fjölmiðlum glæpi. Þá heldur það séu fleiri glæpir, jafnvel þú sé ekki. Þú þarf ekki að meita duglegan blaðamann sem hringir í lögguna daglega og er alltaf með dagbók. Það er bara allt fullt af glæpum. Og svo kannski jökust er ekkert sérstaklega sko. En þú ert þá fréttir svona engi glæpur í gær. Nei, en ég bara, þú veist, skilur tilfinningin er sko bara, þú veist, fréttirnar og þú veist, það getur breytt inn í skoðun, það voru kannski ekkert, þú veist, engin aukning, en tilfinningin verður að sé aukning, bara eins og hann segir, leið og, þú veist, það er sagt í að það var einbrot og þetta voru útlendingar. Það var náttúrulega verið að keyra upp þessa tilfinningu. Það stóli úlpu. Já. Það er þetta mér datt í huga aðan, sko, hvernig það eru breyst með innflytjendu hópa, sko, fyrir nokkrum árum.
þá voru þetta alltaf pólverjar sem sko, frumdalla glæpi. Nú eru pólverjar einhvern veginn komið svo mikið inn í samfélagi að það eiginlega breytt sko. Nú er þetta ekkert alltaf pólverjar lengur sem fremja alla glæpi. Þeir eru einhvern orðið meiri hluti sko. Einu sem voru það Ítalir og svo voru það Púertóríkanar. Já, Einn á Íslandi þá er sko pólverjar einhvern veginn komið mest inn í samfélagið og þú veist, orðnir vinir barnan okkar og búin að gifta sín í fjölskyldur Herðu, má ég koma inn á þraut? Við vitum að samfélagi svona að við, fólk almennt skeptísk gagnvart því sem það þekkir ekki og það eins og þú ert að segja sko, ekkert okkar fordómalaust sem hefur alist upp í þessu samfélagi og það bara það full vinna að halda aftur að öllu ruglinu sem hefur verið sett inn í mann og þannig er samfélagi samsett. Síðan kemur alltaf þessi hugmyndum að það er einhver ógn í þessu og við þurfum að gera eitthvað. Og að gera eitthvað yfirleitt alltaf fyrst vopnaðing lögreglunnar. Það er ekki það að fara að vinna við að brjóta upp gengi eða auka félagslegan stuðning eða útrýma fátækt eða opna atvinnumarkað. Það er yfirleitt aldrei. Það bara er eitthvað slíkt svar. Og þannig að þegar er spilað inn á óttana þá breyðist það út í samfélaginu og kallar á frekari viðbrögð. Og þannig að til þess að vega mótið því að við förum bara í eitthvað svona spíral upp á við að þetta bara aukist alltaf harkan með viðbröðunum hver er lausnin á móti? Að ég var nú svona að segja að kannski er ekki nóg að benda á staðreyndirnar þar sem að óttaskilaboðin spila á svo sterkar taugar í fólki og samfélaginu. Hvað er að gera til þess að spinnast ekki upp í bara aukna hörku? Já. Ég veit alveg sko, ég held ég veit ekki hver lausning fyrir lögreglunni er. Ég hef nú verið í svona alþjóðlegum ráðstefnum og þar sem er nú með sko lögreglumönnum frá ýmsum löndum og svari hjá öllum núna er samfélagslöggæsla, auka samfélagslöggæslu. Það vantar sko fleiri lögreglumenn út á göturnar að hitta fólk, vantar fleiri lögreglumenn inn í félagsmiðstöðvar, skóla. Það held ég sé lausnin sko. Að þú veist að gera einhverja svona sálfræðingum, félagsráðgjöfum þar sem ég geti verið að tala við fólk og að vinna með fólki í þeim stöðum sem eða félagsráðgjör. Já, og það er kannski byggja upp traust sko. Ég held að sé þetta aldrei þannig. Sko ég er alltaf sagt að besta forveitin í lögreglunni er að vinka litlum börnum og tala við þau sko. Að byggja upp trausti sko og ég held að þú veist. Og þetta heyrið þú að alþjóðlegur ráðstefnum þetta er reynsla lögreglunar mjög víða. Já, þú veist, þetta hefur farið aftur úr Íslandi. Það var einu sinni forvarnadeild í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Það var fyrsta sem var skorið niður, það er að skera niður. Þetta er nú eitthvað að koma aftur, en þetta virðist líka vera bara í allri Evrópu. Að þessar forvarnadeildir og litlu lögreglustöðvar á þetta er allt horfið, þannig að það eru svona meiri fjarlægð á milli. Skilur á milli lögreglu og fólksins og þá er ekki þetta traust og ég hef nú stundum sagt sko þegar lögreglan hefur bara 3 mínútur til að leysa verkefni sko að þá er það leyst bara hratt og bara svona og við erum farnir næsta verkefni þú veist bara þegar ég var byrja í lögreglunni þá satt maður bara inn á heimil og talaði við fólk í heimilisofrið og segja, er ekki hægt að sjalla máli hvað hafi tíma, skilur. Það er ekki tíma. Nú, þú veist, þar fælst bara að mæta handjáttan kallin og fara með hann og málið er list. Sko, ég held að þetta sé dálítið breyting og þetta er meiri harka kannski hjá lögreglunum líka, að því hún hefur ekki nógu mikinn tíma. Þú kannast þessar hugmyndir sem lögreglunum er með að þetta sé áhrifaríkari lausn heldur en vopnaðing. Já, alveg reynd. Og þeir ætti að vita þetta. Já. Og það var sko svona er þetta að kalla samfélagslöggæslu, community policing. Já. Ég held að sé þýtt þannig. Já, einmitt, það var og einmitt eins og hún nefndi hún Helena í þessari grein og ég bara held að það sé hárrétt og þetta er svona í samræmi við það sem var rosa mikið talað fyrir einhverjum 20 árum svo bara eins og þetta hafi dottið út tísku en það sýndu rannsóknir að þetta væri góð praktík að einmitt svona en þetta náttúrulega þetta kostar fleiri lögreglumenn og svona færri vopn
Færri vopn, þannig að kannski sparar eitthvað á móti, ég veit það ekki, en ég held að... Skrast færri verkefni, sko. Já, en ég held að sé líka bara svona almennt að sko, ég veit það ekki alveg og núna, en ég held allavega eitt af því sem mikilvægt að sko það sé hægt að eiga einhvers konar umræðu bara Ísland í dag og þennan fjölbreytileika og þessa breytingu og það sé hægt að spyrja spurninga. Ég meina, sko, það eru, bara ef ég hugsa afbrotafræðina, svona mitt fag og það það fellur innan ýmsa kenninga, sko, sambandið á milli af hverju til dæmis bara innflytjendur ættu að vera líklegir til að brjóta af sér en innfættir eru bara svona í samræmi við marga kenningar, veikari tengslu í samfélagið og alls konar. Þannig að það ekkert, það gæti alveg gerst og ekkert út í hött og það má alveg spyrja, sko, eitthvað sem við getum þá gert til að koma í veg fyrir það? Þú veist, eitthvað, svo líka ef að Það tala að bæta félagslega stöðu innflytjenda. Já. Til að tengja það betur í samfélagi. Já, í raun og veru, sko. Að því að, sko, ég meina, hver hinn kosturinn? Vopnaveik. Já, mér finnst það ekki raunverulegu kostur. Í alvörinni, ekki að við erum að tala skotvopn. Mér finnst það ekki raunverulegu kostur. Ég held að þér finnst það ekki heldur raunverulegu kostur. Vopnvæðing náttúrulega bara eitthvað úrræði til að taka einhverjum öfgatilfellum, sko. Þú veist, þú bara, taka einhverjum stjórnlausum sem hlýðir ekki. En almennt náttúrulega gengur löggæsla ekki út á vopnvæðingu eða að yfirbuga fólk. Nú, Margrét, hver þá hinn kosturinn? Þetta ég truflaði með að benda vopnaðing og þú ætlar að segja annað en vopnaðing sem var hinn kosturinn á við að bæta raunverulega félagslega stöðu veikra hópa. Já, hver hinn kosturinn? Hinn kosturinn bara að fara að ráðum dómsmálaráðherra. Sem ekki í raun og veru kostur heldur. Ætlum við að loka Íslandi? Ætlum við að hætta að taka veita fólki hæli sem að flýja hræðilegar aðstæður. Erum við tilbúin að gera það? En það líka allt í lagi fyrir fólk bara að spyrja, hversu marga á svona lítil þjóð, hversu marga flóttafólk, hvað getum við tekið á móti mörgum? Og það allt í lagi að spyrja því og ræða það án þess að þú verðir uppnefndur sem fordómafullur rasisti. Sko, ég held að þetta sé að það sé svona almennt umburðarlyndi í samfélaginu fyrir bara alls konar skoðunum og spurningum og svörum og samtali. Það kemur fram í konunum. Það sé umburðarlyndi. Já, einmitt og en sko já, ég held að en auðvitað þurfum við að hafa vel þjálfaða og svona sérhæfða og að einhverju leyti vopnaða lögreglu til að bregðast við þessum málum sem koma upp að því að við viljum öll einhvern veginn lifa í öruggu landi og þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að sem við gerum flest á Íslandi í dag alveg Finnst þið að skorta svona eðlilegra umræðu innflytjendamál? Já, mér finnst það bara mjög mikið að því að sko annars vegar hefuru einmitt bara dómsmálaráðherra og Ásmund Friðriksson og svo hins vegar hefuru kannski líka eitthvað svona fólk sem vill ekki ræða þetta nema bara Við eigum bara taka á móti fólki. Já, við bara taka á móti, þú veist, við vill ekki svona að því að ef að það sett einhver spurningamerki við eitthvað að þá Áttu við spurningar eins og svona við erum að taka á móti fólki en þá verðum við að vera með aðgerðir í húsnæðismálum og í menntamálum til þess að geta gert það. Já. Og ef við gerum ekki þessar aðgerðir þá getum við ekki tekið á móti fólki. Við vonum að segja það áðan, sko. Það þarf að taka vel á móti flóttafólki, hælisleitendum, til þess að koma þeim inn í samfélagið og þá þurfum við að hafa
tækin til þess. Húsnæðiskerfi til dæmis. Já, húsnæðiskerfi. Á milli og Jón vitnaði það í viðtali í morgun. Það sem að Vinnumálastofnun var að leigja blokkir og fólki var sagt upp til þess að geta leigt það til hælisleitenda. Þetta kannast þessa sögu, hún gengur aftur og aftur, ég veit ekki hvað þessu fólk held að, en ekki félagsmálaráður hann mummi, ég held að. En þeir voru hann að breyta því að nú mega hælisleitendur vinna eitthvað. Náttúrulega mjög undarlegt fyrirkomulag og með hælisleitundu vorum að tala þessu ungu kallmenn sem eiga svo ekki gera neitt og svona aðgerðarleysi við veitum bara atvinnuleysi býr til vandræði fyrir bara Íslendinga. Þannig þú veist við erum að fá fólk til landsins og segja að þið megið ekki gera neitt því að býða hér 3-4 mánuði algjör aðgerðarlaus og auðvitað það er ekki gott, þannig að ég held að þessi gott skref að fólk megi allavega að fara að vinna fyrir sér. Ok, það var einn frutt eftir. Hún er þessi. Ef að við erum með dómsmálaráðherra sem rekur fram þessa hörku stefnu og við teljum að þurfum við að koma ykkur önnur stefna sem allavega í umræðinu til mótvægis, hver á að halda henni fram? Er það til dæmis Landssambandið sem ætti að vera með sína eigin stefnu þar sem svona viljum við að lögreglumálin séu svo þessi andstöðu við dómsmálaráðherra? Já, ég veit það ekki ég er alltaf, þú veist reyna við ekki aðtöklega þessi stéttafélag þetta er náttúrulega mjög flókið félag Landssamtök lögreglunnar, þetta er náttúrulega hagsmunafélag líka en verður það ekki bara verið einhverjir stjórnmálamenn, ég held það Finnst ykkur þeir vera að því? Nei, kannski ekki nógu vel mér finnst reyndar orðið allt mikið á stjórnmálamönnum sem þora helst ekki að segja neitt og dóldi bara alltaf að reyna almenningsáliti þú veist þannig að það er fullt af fólk sem veit ekkert hvað skoðun hefur til dæmis innflytjendamálum því að það er svona segir alveg neitt. Nei. Og það mætir ekki þegar það er atkvæðagreiðsla. Já, einmitt. Það hefur verið bent á það að sumum aðeins sem hafa reikið þessa hörkustefnu að þeirra hafa verið ykkur mál sem eru umdild að þá eru mikla fjarvistir. Já, þá hringi síminn og þeir labba út. Já, þeir labba út og þannig að þeir vilja hvorki láta sjá að þeir hafi greitt atkvæði með eða á móti. Nei. Og það er ekki gott í lýðræðissamfélagi, við eigum að ræða hluti eins og til dæmis vopnaðingur lögreglunnar, þessi kaup, við erum náttúrulega að gera kröfum bara að vita hvað var keypt og í hvað á notið þetta, eða ekki? En er ekki alltaf verið að segja það, segja það einhvern tímapunkti? Ég veit ekki hvernig það er. Jó, ég fannst það einhvern fréttum, ríkisstjórnin var ekki alveg tilbúin með tölurnar. Ég held að við vitum að vopnin eru á landinu það er nú að senda bara eitthvað byrðavörð og telja þetta já, og endalega eru nótur fyrir þeim já. En það er svo sá ég að þeir sögðu eitthvað ríkislögreglustjóra þetta líka öryggismál, við viljum ekki segja eitthvað það lengi vel vildu ekki segja eitthvað margir við leituðu á fundina því það var eitthvað svona öryggis þannig ég veit ekki hvort ríkislögreglustjóri vill ekki segja hvað þetta er mikið út af einhver öryggi Margrét, hver á að koma með mótvægi stefnu ef að stefna stjórnvalda er ekki góð og sömuleyti ef við tökum þessi þeirra að segja að þá myndi manni gruna að vera í gegn vilja meirihluta lögreglumanna í andstöðu við almenningsálitið að lögreglan hafi skotvopn Já, þessi svona harka sem er það ekki að lögreglan beri skotvopn sýnileg Já, það er lögreglumenn vilja alveg hafa skotvopn Ég byrja að sjá ég byrja að sjá að maður er kannski bara fyrir á eitthvað svona kalla stað eins og múlakaffi og bara borða sín signa fisk og þá situr maður vopnaður í næsta borði í gráum fötum Þú veist, ef það fyrir svona 3 árum að þið hefur sagt mér að þetta geti gert í Íslandi ég myndi að þið andvælt Þannig að þú ert í raun að segja að lögreglan í Íslandi er vopnuð með sýnileg vopn tekur ekki vopninu svona niður þegar það fær sér sælsúpu með kröðum Nei Þetta er að breytast, þetta breytist mjög hratt út af einhverju skorta umræðu þess vegna er ég svolítið að stinga upp hver á að koma með mótvægið Já, maður myndi þetta halda að það væru við erum með ríkisstjórn en við erum líka með stjórnarandstöðu og kannski er hún ekki nógu dugleg en ég meina eins og til dæmis frumvarp dómsmálaráðherra það fór það ekki það hefur alveg verið umræð það og það fór ekki í gegn Þannig að það er svona,
Ertu að minna fyrir utan pólitíkina, hver á að vera með? Ég ekki hrifinn af því að sko Alþingi eigi að vera eitthvað svona leikrit umræðunar. Mér finnst að fagfélögin eigi að vera með stefnu. Mér finnst að heilbrigðisstéttirnar eigi að vera með heilbrigðisstefnu til mótu þessu stjórnvöld. Því að öðru kosti þá munum við sitja uppi með eitthvað sko kerfi sem að þjónar hvorki almenningi né stéttunum sem vinna þar inni sko. Sko ég held til dæmis, þáttur sjálfbæðan, ég held að hafi til dæmis mjög fáir talað um þetta lögreglufrumvarp nema bara Píratar og sjálfstæðismenn. Við vorum stundum að grínast með að byrja hefur samfylkingin enga skoðun á lögreglufrumvarpinu. Hvar eru þau? Eru þau bara, þú veist, í þögn til að styggja ekki neitt og hækki í skoðunarkönnunum með það? Það var mjög merkilegt sko. Reyndar sko Helga Vala talaði um þarna lögreglumál, þangað til allt í einu það svona hefur bannað að gera það og hafi heyrt Framsóknarflokkinn tala um þetta lögreglufrumvarp. Þannig að það eru Píratar sem töluðum það og sjálfstæðismenn og einstaka Vinstri græn sem reyndar væntanlega stoppuðu að lögreglufrumvarpið fari í gegn. Já, þetta er almennt vandamál í okkur. Það er ekki högt í umræðinu í okkur. Já, ég veit það ekki alveg. En sko, já. Stundum ekki að grafa á háskólasamfélagi? Já, einmitt það, þú veist, ég bara að reyna að gera mig flesta sem fullt. Nei, en svo bara eitt áður að því ég séð úr að fara að hætta. Þá, með sko, mér fannst bara svo áhugavert að að því við verum að tala um að sko auðvitað skiptir almenningsálitið í lýðræði samfélagi máli. Þá verður almenningur að hafa réttar og skýrar upplýsingar. Og ef að upplýsingarnar eru að koma frá pólitíkusum þá verður maður að gera kröfu og þeir segi frá eins og rétt og satt frá. Og til dæmis bara með þessa að því að við verum að tala um þetta frumvarp og breytingar á vopnaburði lögreglunar að þá var dómsmálaráðherra að segja oftar en einu svona, oftar en tvisvar að ástæða fyrir þessu frumvarpi væri meðal annars fjölgun á slysum lögreglumanna. Og svo kemur frá vinnueftirlitinu að slysum á lögreglumannum hefur ekki fjölgað í 10 ár. Þannig að og hann, sko, nú vitum við það að hann vissi þetta þegar hann var að tala um þetta að því að þetta var í nei, það var reyndar ekki þetta sem var í skýrslu ríkislögreglustjóra, það var rafvopnin. En það sko, það er bara eitt símtal til að fá þetta staðfest. En reyndar hefur þið fjölgað sko að tryggingafélagin þurfa að borga lögreglumönnum fyrir slys, þannig að þau hafa eitthvað breyst slysin því það voru tölur frá tryggingafélagunum og þau eru farin að borga lögreglumönnum miklu hærri bætur fyrir sko vinnuslys. Já, þannig að þau séu orðið alvarlegri eða hættulegri. Alvarlegri eða öðruvísi sko. Já. Nú ég bara vitna í greinina sem kom var ekki bara í Vísi? Ég tók svo umræðu þessa fréttakonu og Björn Leví þetta sko. Kannski hefur komið rof í heiftarlegu varnir tryggingafélaganum að borga ekki neitt. Opnast eitthvað gátt. Það getur verið, en ég held samt sko að almenningsálitið, sko það er alveg með vopnavæðingu lögreglu núna því að svo stutt síðan til dæmis þegar rauðagerðismál var sem var bara aftaka. Og þá hugsaði hér eru bara menn sem gangu með skambissur og skjóta hvern annan. Og þá er alveg viljabitið, þá þarf lögreglan væntanlega að vera með eitthvað til að bregðast við ef illa fer. Það myndi kanna þetta. En þegar ég er að tala um að það vanti svona fleiri til þess að leggja í umræðuna sem mótvægi við það sem er í gangi, þá er ég kannski sístuð ykkur sem komið hingað og hafi verið mjög dugleg í umræðinu um þessi mál. Takk. Margrét og Fjölnir, kæra þakkir fyrir komuna.